Já, það svakalegur blaðamannafundur sem var haldinn í Hvíta húsinu nú á dögunum þar sem að Donald Trump ásamt Robert F. Kennedy og fleirum kynntu niðurstöður og aðgerðar áætlun sem að settu yfir í gang til þess að kveða niður þess að þeir kalla einhverfu faraldurinn. Einhverfu faraldur segja það því að það er aukning sem að er algjörlega bara, stjarnfræðileg aukning á einhverfu tilfellum í hinum vestræna heimi og það hefur verið einhver svona tregða við það að vilja hreinlega komast að orsökum og finna út hvernig þetta er komið til. Þetta birtist okkur í mjög einkennilegum viðhorfum þeirra sem að, ég veit það ekki, sem að standa nærri eða eru sjálfir með einhverfu eða á einhverfu rófunu. Við sjáum hérna eina fréttum sem voru viðbrögð við þessari tilkynningu frá bandarískum stjórnvöldum. Við erum notuð sem hræðsluáður fyrir verðandi foreldra og þetta er sem sagt Margrét Oddný Leopoldsdóttir sem að heldur sé formaður einhverja samtaka sem að hún segir einhver kona segir áhuga Bandaríkjaforseta og kom í veg fyrir einhverjum en ráðum og dáð beinlínis vera fáránlega. Leggja eigi áherslu á fólk á að hjálpa fólki með einhverju að vera til frekar en að koma í veg fyrir það að verði til. Með fullu virðingu, ég er ekki með einhverfu greiningu, getur vel verið að ég væri með einhverfu ef ég fer í slíka, en veit það ekki. Þannig ég ber virðingu fyrir því að þarna er manneskja sem er með greiningu og lifir og hrærist í þessu að ræða, en ég er bara eitt stórt spurningamerki samt. Hvernig er þetta viðhorf komið til að það er alls ekki að leggja áherslu á að koma í veg fyrir að börn fæðist með einhverju. Það er frekar að leggja áherslu á að hjálpa fólki með einhverju að vera til, menn ég skil það alveg. En okkur er ekki að gera bæði. Okkur er ekki að gera bæði og það koma upp í hugan á mér svona samlíkingar eins og til dæmis bara að drekka áfengi á meðgöngu. Það er viðurkennt að það getur skaðað fóstrið og skapa alls konar taugasjúkdóma eða heilsufarslega vandamál. Ættu við frekar að segja, við höfum ekki að leggja áherslu á að koma í veg fyrir að börn fæðist með áfengiskaða. Við höfum frekar að hjálpa þeim að vera til. Eða bara börnin í Tjernobyl sem fættust bara með bækluð með einn fót eða 3 fætur eða hvað það er. Að segja, við höfum ekki að koma í veg fyrir kjarnorkuslys, við höfum frekar að hjálpa fólki að vera til sem fæðist. Já, mér finnst þetta samt líka að því það er augljóslega einhverfa sem það er svo mikið einhverju róf. Já, það er svo misjart. Þessi kona er miklu meira operational eða funksjónal heldur en svo eru bara einhverju sem bara, geta aldrei talað eða, er alveg bara, mjög einhverfir. Ef það er hægt að sýna fram á að einhverju hlutir í meðgöngu eða það barnið er mjög ungt komi í veg fyrir að það gerist, af hverju viljum við ekki vita? Ég bara næði ekki. Já, það er ótrúlega sérstætt að því að eins og þú segir, þetta er róf og þeir sem eru mjög einhverfir, það er bara ofsalega erfitt fyrir alla þann sjálfan einstaklingin og alla hans fjölskyldu að eiga við það og af hverju myndir ekki vilja vita þetta eykur líkunar svona mikið eða þú ert að nota þetta meðgöngu að þetta gerir svona mikið, af hverju vilja ekki vita af hverju getur fólk þá ekki haft þekkingun það ef ég er að drekka áfengi skilurðu með henni full, þá er líklega að þetta gerist, þá er ég ekki að drekka áfengi þetta meikar ekki sens þetta ekki bara algjört common sense og eins og ég segi, ég þekki alveg til, ég meina það er í fjölskyldunum minni einhverju einstaklingur og hann er verða 8 ára gamall eða 9 ára og hann hefur aldrei tjáð sig við fjölskyldu eða foreldra aldrei talað við og og þú getur bara rétt ímyndað þér hvaða vandamál þetta skapar þetta er og það er ekki verið að afneita tilvist einhverju fólk eitthvað svona, eða ætla að fara út í eitthvað svona bull, nei, þetta er mögulega, könnum það ítarlega, er eitthvað í umhverfinu okkar sem við að innbyrða, hvað sem er matur eða lyf, sem gæti haft áhrif að líkunar aukast við einhverju ég fatt ekki okkur fólk vil ekki vita þetta er bara því Donald Trump er að segja þetta Já, algjörlega
Það eina ástæðan. Og það talaði í Vísi sko að ástæðan er svo að heilbrigðisráðherra landsins Robert F. Kennedy hafi tröll að trú á umdeildum rannsóknum sem tengja notkun lyfsins við einhverju börnum. Þeim afneitað aftur og aftur þessum rannsóknum sem tengja þetta saman. Og í dag gaf Lyfjastofnun út tilkynningu þar sem áréttað er að engin ný gögn gefi ástæðu til að þetta sé rétt. Lyfjastofnun með fullri virðingu og svona opinberir aðilar sem að þessum málum koma hafa ekkert traust. Horfið á myndina The Revolving Door. Sem allir vinstri menn mærðu og drulluðu yfir Big Pharma áður en COVID byrjaði. Big Pharma í slagtogi með Lyfjastofnunum og með peninga greiðslum á milli, þetta er allt gjörspilt og Big Pharma keftarskýrslur, allt. Big Pharma hefur ekkert kredit heldur. Nei. Og þetta er sem sagt, Margrét Oddný er sem sagt, hún læknir í fræðsluteymi einhverfusamtakana. Ég held ég að sé að hún væri það var kannski önnur kona sem var í eins ból sem var í viðtali í Kastljósi sem var einhverf. Ég skil ekki. Já. Það er vitað að þetta er bara raunin algjör vitleysa og engar rannsóknir sem sýna þetta. Ég skil ekki alveg hvað menn eru uppteknir af því að reyna að komast að því af hverju við erum til. Af hverju er það ekki mikilvægt? Segir læknirinn Margrét Oddný Leópoldsdóttir sem er í fræðsluteymi einhverfusamtakana. Við erum notuð sem hræðsluáróður fyrir verðandi foreldra þegar það er vitað að einhverfa er fyrst og fremst ættgeng, liggur í ættum. Það er engin faraldur í gangi. Það hefur bara ekki tekist að finna okkur fyrir núna í seinni tíð, segir Margrét. Þetta minnir mér svolítið á sko, eða þú veist, ef við værum að rannsaka lungnakrabbamein og rannsakandi myndi segja, nei, ég vil ekki sjá að heyra neitt sígarettur. Við erum að rannsaka ættgengi lungnakrabbameins. Við erum að gena tengingin í lungnakrabbameini og bara gleymum sem sígarettum, skilur. Þetta er alveg ótrúlegur hugsunarháttur. Og skil ekki hvers vegna við erum upptekin að því að reyna að komast að því af hverju við erum til. Þetta er alveg ótrúlega. Erfitt að vera til í svona fordómafullri umræðu, þarna kemur þessi tendens að segja eitthvað að vera að afneita tilvist einhverjum. Hverjir eru með fordóma gagnvart einhverjum? Nákvæmlega. Ég hef bara aldrei heyrt eitthvað, þetta er einhverfum maður, þeir eru svo ógeðslegir. Nú er einhvert fólk bara að fara að óttast líf sitt. Þess að Donald Trump er komin að Þetta er svo galið maður. Sjáðu ekki hvað þetta er vitlaust maður. Ég vildi að áherslan færi meira á það að hætta að vera svona hræddum að við verðum til og frekar að hjálpa okkur að vera til. Núna er gulu september og sjálfsvígsforvarnir í gangi og okkar hópur er svo sem er mestri hættu. Aftur kemur þetta bara. Núna er orðræða Donald Trumps er að íta einhverjum í sjálfsvíg. Pældi í þessu? Í hvað veruleika lifu? Þetta er bara eins og eitthvað Twilight Zone. Já, það er kannski ekkert skrítið þegar fordómarnir gagnvart okkur eru svona miklir. Fordómar? Really? Hver er með fordómar gagnvart einhverjum? Ég hef aldrei heyrt neina fordómar gagnvart einhverjum. Kannski er ég bara með hausinn onni í jörðinni, en samt ekki. Hvar er þessi fordómar? Hjálpaði mér að skilja maður. Ég næ ekki utan þetta konsept. Heldur að foreldra sem eiga barn sem er bara, þú veist, búin að vera ekki geta tjáð sig, er líka bara búin að vera svona alla sína ævi, búin að þurfa 24/7 care, kannski orðið 20, 30, heldur að þeir foreldrar eru bara, nei við viljum ekki vita hvað mögulega geti valdið þessu við viljum, hann er svona, hann á að vera svona, skilur við? Ég trúi því ekki, en ég sé samt að það er einhver svona tregða innan þessa samfélags og það er svona, maður hefur eitthvað séð svona að foreldrar séu sko að hafna þessu málflutningi og ég skil bara ekki ég á einhvert barn, ég fagna þessu. Já, gott að heyra. Þú veist, ég bara, þú veist. Hugsaðir að það væri hægt að finna einhverja lausnir. Já, ég meina. Þeir eru að tala um eitthvað lyf sem að þeir telja að geti slegið á þetta sko. Ef að það er rétt, þá er það stórkostlegt. Já, algjörlega stórkostlegt. Ef það er bara eitthvað líka geðveikt stórt orsakasamhengi á að vera innbyrða eitthvað í meðgöngu eða eitthvað bóluefni sem auka líkunar á þessu, auðvitað viljum við vita. Þeir tala um þarna, samkvæmt þessum rannsóknum sem þeir hafa að gera og þeir munu að halda áfram að gera, þá sé alveg ljóst að það verði að taka kvikasilfur og ál úr bóluefnunum. Og þá talaði um að það er ekki að gefa börnum margar sprautur í einu. Láta líða langan tíma á milli og svo framvegis. Þeir eru ekki að tala um að stöða bólusetningar eða neitt slíkt, þeir eru að tala um að gera þær meira öruggar. Þeir tala um Tylenol, virka efni í Tylenol sem er líki paracetamol á Íslandi og
það er auðvitað að vita að þungaðar konur lenda oft á meðgöngunni í að verða slappar eða líða illa og þetta er erfitt og það er náttúrulega hræðilegt ef við erum að dæla í þeim bara að segja, taktu bara Tylenol, taktu bara paracetamol og kemur í ljós að það er bara skaðilegt og getur valdið einhverjum tauga sjúkdómum sko. Þannig að bara maður fagnar því ef þetta er rannsaka betur og þeir virðast nú hafa rannsakað þetta eitthvað og það er alltaf, við höfum 100 sinnum heyrt áður að rannsóknum er hafnað sem að ekki eru þóknanlegar stóru lyfjarísum. Já. Það er Ivermectin, getið lesið bókina The War on Ivermectin eftir Pierre Corey. Þetta er bara, og það er bara eins og Netflix þættirnir hérna með Dopesick og þú veist, Revolving Door, allt þetta. Það er ótrúlegt að við skulum vera að láta kók gleypa allt það sem að stóru lyfjaframleiðendur eru að segja við okkur. Líka, sko, fyrir COVID þá var traust við Big Pharma svo lélegt, þú fattar ekki mig, sérstaklega hjá þessum vinstri, þú veist, hóp bara, að þetta er bara úberkapitalismi, þeir hugsa bara að græða, pæla ekkert í og eru alveg sama hvernig skaða en svo kom COVID, þá bara beigðu og buktu bara. Já, þú öllu sem þau segja, þau gera aldrei neitt vant. Bara, wow. Það er ruggla, sko. Ég var einmitt með sko, viðbröðin við þessari tilkynningu frá Donald Trump og Robert F. Kennedy. Þetta er náttúrulega mjög fyrirsjónlegt. Það er svolítið sambarlegt við bara ofsakendum brjálaðis öfga viðbröðum við morðin á Charlie Kirk. Það er þessi hlið sem er hérna vinstra megin við miðuna sem að haga sér með þessum hætti. Sjáum hérna nokkra klippur sem að Lips of TikTok tók saman. Það er ekki á réttum stað, er ekki með. Nei, þetta kom. Og það er X-klippan hérna fyrir eftan vísi. Já. Þannig. Sjáu þetta. Liberalism is a true mental disorders. Þetta er svona þungaðar konur sem þetta er vídeo í Play. Það er bara stundið upp vídeo. Here's me being pregnant, taking Tylenol because I believe in science and not someone who has no medical background. Me popping Tylenol while pregnant, but what the fuck is the government gonna do about it? Eðlileg viðbrögð. Þetta eru þungaðar konur sem voru að fá tilkynningu frá stjórnvöldum að það veri búið að komast að orsakasamhengi milli Tylenol neyslu og meðgöngu og einhverfu og það er bara styrta í sig Tylenol bara þetta kemur frá Donald Trump. Þetta er alveg ég veldi fyrir mér svona að því að vinstramegin á pólitíska spektrumunu er fullt af skynsömu góðu fólki. Ég veit það og maður sér samt aldrei sko allt þetta rugg sem við vorum að horfa á hana þetta skynsama góða fólk vinstramegin það er einhvern veginn, það er eins og annarkvort sjáu þetta ekki eða vil ekki sjá þetta eða bara, hér er fólk hérna á okkar megin lífinu sem er bara gjörsamlega að farið á hjörunum tröfla fólk. Já, þú vilt ef þú vilt heyra þannig rödd sem er svo besta og stærsta þannig röddin í dag Sólveig Anna Jónsdóttir. Nei, sem er þessi vinstra megin sem er critical thinking, skilur já, Sólveig Anna, klálega en þú veist í heiminu þá er að Bill Maher veist, þeir bara kóla út þetta dæmi og hann, eins og hann segir þetta er bara 10% af vinstrumönnum sem eru með þetta identical politics eru bara marxistar basically á þess að átta sig kannski á því að séu marxistar. Þetta er samt einhvern veginn í skjóli, þú veist eins og í Bandaríkjunum, þá er demokrataflokkurinn, aðstu stofnanir demokrataflokksins, þau breiða einhvern veginn yfir þetta og taka utan um þetta eins og þetta er þeirra kjósendahópur og þau eru ekki að hafna þessu eða gaggrina á neitt hátt. Svona eins og hægri eins og Bill Maher gerir eins og hægri, svona ekki sturla hægri liðið, það algjörlega bara tekur nasista og rasista, þú veist svona, bara það er ekki partur okkar, skilur þú? Það er ein klippa með Charlie Kirk í gangi sem að, sem maður út í sal sem að, þú veist, fyrir að gaggrina hann fyrir að vera ekki nóg harður og, þú veist, hvítir í Bandaríkjunum og hann bara, Charlie Kirk tekur hann og pakkar honum og segir, there is no room for white supremacy in the conservative movement, get the fuck out og talaði skilur hvernig allir eru jafnir og það er rosalega klippa sko. Það er líka sambærleg klippa sem hann að drullega vikun sem er á móti hommum. Já, alveg rétt. Þú veist sem hann er bara að segja, þú veist
Þannig að ég skil ekki þetta tala hann sko. Þetta brjálæðislegt. Kæru vinir, takk fyrir að horfa á stutt brot úr Harmageddon. Við minnum á, það kostar ekkert að brosa og það kostar heldur ekkert að subscribe hérna á YouTube-brásun okkar. En ef þú vilt sjá þáttinn í fullir lengt þá ferðu á broadcast.is og nærðir í áskrift. Takk fyrir.